Annaðhvort ætla menn að fara þar inn og sækja af alvöru og fá þá Evrópusambandið að borðinu, eða menn sleppa því. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að sleppa því, því lofaði hann fyrir síðustu kosningar. Við ætlum að halda landinu utan Evrópusambandsins og það er í samræmi við hverja einustu könnun. En þið lofuðu líka það þetta sem hefur verið gert. Ég hef margoft farið yfir það hvernig það mál hefur verið. Hvernig dettur mönnum í hug að ein ríkisstjórn þar sem engin ráðherra styður inngöngu í Evrópusambandið og það er ekki meirihluti á Alþingi fyrir því að ganga í Evrópusambandið að slík ríkisstjórn eigi að fara að setja á stað viðræði við Evrópusambandið. Þetta á maður ekki þurfa að ræða hér af einhverri alvöru. En þetta er svo augljóst og það sem er líka augljóst er það að okkar stefna er í samræmi við vilja landsmanna. Það er svo einfalt. Þá spyrjum við á móti hvernig datt nokkrum manni í hug að lofa því fyrir kosningar að það ætti að greiða þetta atkvæði? Í kjarnan vorum við að segja það að við erum viljug til þess að beita þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að höggva á hnúta þegar þess þarf með. Í Evrópusambandsmálinu þá munum við standa við það sem við höfum ályktað að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla, hún gæti farið fram á fyrri hluta þessa kjörtímabils, til dæmis í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar, en við munum standa við það að hlusta eftir því sem fólki í landinu vill. Ég tel að það sé vel raunhæft að gera þetta á fyrri hluta kjörtímabilsins næsta. Jafnvel samhliða sveitarstjórnarkosningunum, við verum að sjá til, en Sjálfstæðisflokkurinn styður að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál. 3 dögum fyrir kosningar segir Bjarni í Fréttablaðinu. Ég er sjálfur þeirrar skoðunar að við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og greiddi atkvæði gegn umsókn. En við höfum haft það sem hlut af okkar stefnu að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og við munum standa við það. Við viljum ekki ganga inn í Evrópusambandið, við höfum opnað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel rétt að stefna henni á fyrri hluta kjörtímabilsins. Ég er opinn fyrir því að nýta þjóðaratkvæði til þess að leiða fram þjóðarviljan í þessu máli.